Ok, til að byrja með, Matthew McConaughey, hann draugur, í framtíðarfólk, býr í 50 vítinni og ást getur föðast í gennum alla vítina. Þyngdarafl reyndar. Nei, ást líka. Já, ok. Eins og við komumst að. Friður ást maður. Og svo var eitthvað eitt viðbót sem ég ætlaði að segja, en þú veist, þetta þessi mynd, hún... Matt Damon er svikau. Já. Matt Damon vondikallinn. Hann vondikallinn sem vill bjarga öllu mannkyninu. Já, hann mestlega sjálfum sig. Hann hann til að segja við Matthew McConaughey, hei, þú verður að, þú veist, hlusta á... Hei, ég ætla bara að drepa þig, Það var svo að fyndi aðri. Búm, búm. Það eru 50% líkur að þú kafnir líka. I like those ads. Það eru bestu líkur sem ég fengið í mörg ár. Það eyðilega svo mikið fyrir mér. Já. En hvað annað? Þessi, hvað getur maður sagt? Þessi seinasti kaflinn í myndinni, ég meina, hann var alveg að selja mér þetta, Nolan, allan tíman, þangað til að einhvern veginn, ég held að það hafi verið þangað til að hann fór að lemja hann með hausnum, Já, dálítið. Það átti að vera víst rosalega svona spennandi en ég var næst í svona að hlæja, já. Líka kannski áður en við förum mikið lengra að við erum með svona 70 mínútur af batteri, þannig að það gæti verið að við verðum það lengi, við bara kemur í ljós. Samt, við má segja helstu spillana. Já, en það er bara eins og með það sko að Matthew McConaughey, hann er eini maðurinn sem getur farið út í game. Já. Hann er eini maðurinn sem getur stjórnað þessu gamefari og hvað? Þú veist, það er greinilega það lítið af fólk eftir auðvitað að þau getur fundið betri, þú veist, áhöfn. Í gamefari. Mér fannst það líka pínu langsótt, sko. Það er bara svo mikið af tilviljum. Já, þú veist, ok, við mannfólki sem bjuggum til eitthvað nýja vídd, nei, shit, þetta er illa. Já, sko, fólki í framtíðinni bjóð til vídd, eða svona þriðju vídd í svartholi. Fyrir okkur til að fara aftur til fortíðarinnar og bjarga mannkynið. Já. Þetta er svo langsótt. En þú veist, eins og með alla tímaflækju, það er engin stóð fyrir, þú veist, stóð fyrir henni. Já, Nolan hefði alveg skiltað að maðurinn er guð, búið, eða þú veist. Stærsta vandamáli við myndina það er tímaflakki í þessari mynd, en við vitum aldrei hvenær tímaflakkið byrjar. Í rauninni, það er að segja að það er til framtíðarfólk sem að einhvern veginn bjóð til ákveðið rými út af því að það vissi að Matthew McConaughey myndi fara og deyja einhvers staðar. Og hann myndi ná að senda dóttur svona morskóða svo hún myndi fatta að hann kemi. Það er svona, þetta er sko, þau búa til í rauninni þrívíðan raunveruleika yfir tíman. Ef tími er eitthvað sem gerist í 4. eða 5. vít. Ef tíminn væri efni, þeir geta stjórna því. Já, og það að geta sendt morskóða gegnum úr, ég skil það ekki alveg. Þetta var svona portal einhvern veginn, portal út í game, bara svona í gegnum, þú veist, villuna, Og allt í lagi með það, ef að framtíðarfólki býr til þessa holu eða eitthvað, en þú veist, það á að deyja út af því að jörðin, hún er að skerða lífið fyrir mannfólki, þannig að mannfólki mun deyja einn daginn. Ok, allt í lagi með það. Þannig hvert fer það, við vitum það ekki, einhvers staðar í kringum Saturnus, út af því að, hvort er þetta ormagöng eða svarthol? Ormagöng. Já, þetta hljóta að vera... Þið geta fæðast í gegnum, þetta er ormagöng. Þetta hljóta að vera ormagöng. Eins og Guðin sýndi í myndina, hann bara tók svona blað, tók svona penna og en ég held að sé samt talað svarthol í þessari mynd, sem alltaf aðstæðanlega út að svarthol er allt annað fyrirbæri. Já, það er sem Matthew McConaughey lendir það ekki onni og síðan... Það er svarthol. Já, þetta bókahillu draslan. Það sem við notum til að komast í hinna vetrarbrautuna, það er ormagöngin. Það er einhvers konar svona gat í, sko, tíma og rúmi. Tíma og rúmi? Já, tíma og rúmi. Fari í gegnum það, fari í annað sólkerfi, það eru plánetur og þú veist, ok, svo eitthvað búm búm búm, kemst hann einhvern veginn í gegnum þetta snúningsdrasl þannig að þegar það springa og búm. Af hverju þarf það að snúast, við vitum það ekki, það er bara fallegt að sjá það snúast. Já, sko, það snerust út af því það sprakk og það verkaði... Sko, í byrjuninni, þegar að, fyrsta gamefarið, Já, ákveð það þurfti að snúast þess að... Til að komast að, í rauninni svartholinu, það er aldrei útskipt. Nei, ormagöngunum, já, til að komast að ormagöngunum, út af því að þegar þið koma nálægt ormagöngunum og sjá það, þá segir, herru, getum við ekki hætt inn á snúningi, það er óglætt. En eitthvað, af hverju varstu það til byrjun snúð til að byrja með? Var það Það er bara snúning út af því, fuck it, það er flott. Það lítur vel á myndavélinni, ég veit hana. Og það er mjög mikið uppgeft ælupönda, eða ekki?
Það er mjög mikið af svona GoPro myndaskotum, ég veit ekki alveg af hverju það átti að vera. Ég sá einhvern þátt hjá Neil deGrasse Tyson, þar sem hann var að lýsa því að ef maður lendir ofan í svartholi, að þá breytist hann basically í spagetti. Hann bara fer í tætlur. Hvað það var kosmos? Já, en Matthew McConaughey fer í gegnum svartholið og kemur út úr því í eitthvað svona eitthvað bókasafn bara basically sem þú veist, sem að tengja Já, svona eilíft bókasafn, tíma og rooms. Og þú veist, hvað að gerast? Mér fannst það samt, þú veist, já, það var áhugavert. Þú veist, þetta kvikmynd, ég gat alveg, þú veist, það virkar alveg fyrir mér, sko. Og þetta er eins og ef Nolan myndi gera Doctor Who. Já. Fyrir ykkur sem að horfa á Doctor Who, það er þetta mjög, það er Doctor Who bara eins out there og það er þetta að komast. Já. En þú veist, þessi mynd leiði þessu smá þannig. Og á ekki Christopher Nolan líka að vera frægur fyrir það að gera svona raunverulega hluti? Það er nefnilega málið, það er sem lifað svo skrítið við þessa mynd. Já, en það er svo margt sem við veit ekki þú veist, alheiminn, en það er flestir sem segja, nei, þú mátt ekki lifa af að, þú veist, fræðast inn í svarthol. En svona, það er ómögulegt. En ef þú pælir, Matthew McConaughey, það er nærmynd á hann er í þessu safni hana, sem að leiðir inn í herbergi, hann bara eitthvað, það eru við, mannfólkið, við byggum til þetta, þýfið það heim í svartholinu. Já, við byggum þetta til, það eru við sem byggum þetta til. Það kemur Þeir vissu að ég myndi koma hérna og að dóttir mér myndi vita að ég hef komið hingað og ég myndi setja hann í Moskva og eitthvað rugl. Þetta er mjög ruglandi og þetta er tímaflækja. Ok, eitt, hann er komin í þetta svarthol, en sko, eftir að hann er komin úr þessu svartholi, þá eiga á mannkynni eftir að búa til þetta rými í framtíðinni. Þess að eftir að hann er komin úr því. En svo bara spurningin, hvenær í tíma og rúmi, þú veist, hvað breyttist? Gáttu ekki bara haft svo risastóra bláa fötu sem hann lendir honni og það er bara svona hurð þar sem hann fer inn í fortíðina og búið. Nei, þetta þurfti að vera eitthvað svona alveg... Það er ekki hægt að ferðast í fortíðina, það er bara hægt að ferðast fram í tíma. Það er tíulegt, það er ekki hægt að... En nálega er að hann ferðast ekki aftur í tíman, hann bara sér fortíðina og getur haft áhrif á þyngdaraflið í fortíðina. Já, oh my god. Það er að tíminn efnislega hluta þið geta ráðskast með það og þannig sé, þú veist, sýnt honum fortíðina kannski, en þeir geta ekki fært honum aftur í fortíðina. Og Michael Caine basically lýgur á honum hann í byrjun. Já, það er svo mikið þú veist, það er svo margt sem honum er ekki sagt, sem kannski er nauðsynlegt. Eins og með þetta svarthol, hann hafði aldrei hitt með þetta svarthol fyrir þegar við varum komin að því. I need you to go in outer space and save the humanity. I need my cocker. Þú veist, og hann segir eitthvað, plan A er að finna plánetu sem við getum hérna fært síðan jarðarbúra á og fjölga okkur aftur og plan B er hérna... Plan A fært til Íslands, það er ekkert líf hana, fuck it, við bara aðflánu. Og Matt Damon mun ljúga þér. Já, á Íslandi, hæðilega hluti gerast í Íslandi, aldrei fráðangað. Komdu til Íslands. Og plan B var að færa eitthvað, hvað var að hetning af svona fóstrum og eitthvað staðgöngumæður og ég veit ekki hvað á okkar plánetu og bara basically endur, og fólkið á jörðinu er bara dautt. Búið, þú veist, þau myndi deyja. Og hann laug á honum að plan A myndi virka, það var aldrei að virka, það var bara plan B og eitthvað. Svo það er mitt spurningi með hana plána sem er hér, þú veist, á jörðina, the blight, heitir það eitthvað. Það er svo lítið útskipt að bara, já, það er þessi sjúkdómi sem að bara mold hana, fólk er bara að anda út af mold. Hvar kemur þessi mold? Af hverju er þessi mold hana? Það var eins og the Dust Bowl, eitthvað í byrjun 20. aldar, það var eitthvað svona atburði í Bandaríkjunum. Ég er að túlka þannig að þetta vera eitthvað mikið þurrkur eða eitthvað. Já, ég túlka allan þannig að þetta vera eitthvað lengra inn í framtíðinni, skilju, og þá er ég væntanlega... En svo einmitt það, hvenær gerst þetta í framtíðinni? Já, ég fór að vita það. Sko, það væri hægt að gera það svona sirka eftir 70 ár að myndin byrji, tímalína myndarinnar byrji sirka eftir 70 ár. Já. Það er svona mitt svona raunsætt mat á það. Já. Og þá er John Lithgow í rauninni, hann ætti að vera bara mjög ungur núna, jafnvel ofæddur og hann talar það að upplifa nútíman eins og við upplifum í rauninni. Það sem að það eru boðið fram á hvað er þetta, pilsur, það er boðið fram á pilsur á hafnaboltaleikjum en í framtíðinni það er bara boðið upp á pop. Við ætlum að gera ráð fyrir að, þú veist, allir búfénaður, þú veist, flestu búfénaður sé bara, þú veist, útdauður, út af því það er engin, þú veist, fæða fyrir búfénaðinn, svo auðvitað deyr hann, en svo þau að halda uppi, þú veist, fæðu með því að hefja búskap á kornrækt. Eina sem þau gætu rækt á að maís og eitthvað, það ekki? Jú, svona kornplöntur, sem er mjög skrítið út af því að það eru vísindamenn núna að vinna að því að búa til kjöt, sem sagt bara úr engu. Já, úr gerviefnum. Já, úr gerviefnum, þannig að af hverju virkaði það ekki? Og líka það, já, við lentum ekki á tunglinu. Já, greinlega. Bandaríkjamenn lentu ekki á tunglinu. Nei, þú veist, fólk heldur í framtíðina að við lentum ekki á tunglinu.
Já. En það er samt aldrei útskýrt neitt, það er bara allt í hennu kemur það og það kemur ekki með þessi neinu máli við fram í aðal sögutræðinu hvort það skipta einhverju máli hvort við höfum í alvörinni lent á tunglinu eða ekki. Já, og því er hérna aldrei svarað, það er bara svona, Matthew McConaughey bara, you think we didn't land on the moon. Einn kennari heldur fram svona, nei, við lentum ekki á tunglinu, þetta var allt Hann bara, þú heldur ekki lent á tunglinu, svo bara er ekkert svarað, það er bara svona, ok, hvort lent á tunglinu ekki? En hérna, dóttirinn, hún er ekki, hérna, hvað er málið með hana í skólanum? Nei, segðu fólki að þið lentu á tunglinu. Norman getur ekki svarað. Nei, það hlýtur að vera að þið hafið lent á tunglinu, held ég, og það var með þessa bók. Já. Og svona, já, nei, sko, og þegar við höldum að við höfum ekki lent á tunglinu, við uppfærðum bækuna, sko. Svona, já, ok. Já. Og já, að það í rauninni það að við höfum, já, ekki við heldur, það að Bandaríkjamenn hafi lent á tunglinu var gert eins og allir vita bara til þess að knésetja Sovétríkin í rauninni, þannig að Worth it! Já, fjandinn hafa það Stanley Kubrick Allt þið að kenna! Já, hann var allavega, fyrir það sem við vita ekki, þá var Stanley Kubrick ráðinn í það að sviðsetja tunglarlent. Já. Þetta var splatt, þetta var svona, já. Allavega samkvæmt þessari mynd, held ég. Já. Svo... Ok, já, ég sagði í hinu myndbandinu að ég ætlaði að tala um myndir sem í rauninni tengjast þessari mynd, bæði beint og óbeint. Fyrsta myndin, já, 2001, við töluðum aðeins um það og það sést alveg í trailerum og allt með snúningadæmið og þetta gerist í geimnum Gameballett. Og við erum að leita í rauninni að ákveðinni kannski framleikingu af mannkyninu út af því að mannkynið er arfur af jörðinni, ef við getum horft á það þannig. Við í rauninni fæðumst á jörðinni og við vitum ekki hvort við getum lifað allt, þessast mannkynið, alla sögu mannkynsins, hvort að hún getur átt sér stað bara á einu stað í alheiminum, það er að segja jörðinni. Já, og tilgangur mannkyns er bara að fjölga sér, basically, og það er komið fram í myndinni, það bara... En við gefum það kannski aðeins og mikið. Já. Og 7 milljarðar maður! Allir hérna komst á toppinn. Á þessum punkti í sögunni þegar sagan er að byrja að þá kemur þessi, þá er rauninni jörðin, hún er svolítið að útrýma mannkyninu, svipað eins og The Happening, en samt ekki beint. Það er allavega sýnilegt í þessari. Já, þannig að þetta er kannski ekki eins astnalegt og The Happening með M. Night Shyamalan Ding Dong, en það gerist samt. Og hérna, önnur mynd sem tengist þessu beint og óbeint, það er líka Signs, það er að segja að þau eru á sveitabíli og það eru skrýtnir hlutir að gera sem gæti verið geimverur, við vitum það ekki alveg, en þú veist, það eru draugar Öll þessi mynd var aldrei, þetta er kannski geimverur, eða svo kemur þið í ljós, þetta voru bara við. Já, ok. En það er svo fyndið, þegar Matthew McConaughey segir hann að það eru við sem gerum þetta, við byggum þetta til. Hvað var þetta þá sem Anne Hathaway sá hann að... Ó, þetta var hann! Já. Sástu ekki að þegar það var kost? Það átti að vera hann, já. Þetta var hann að taka höndina henni. Já, ég actually náði því samt ekki þegar að þetta væri vitnun í það, sko. Já. Ok, þá skil ég það, þá var það, þú veist. Hjá sumum, en... Þá var það komið þarna, reynt. Og hérna, aftur að því sem ég var að tala um. Myndir. Við erum að tala um 2001 og maðurinn sem bjóð til Special Effects fyrir 2001, hann vann að mynd sem heitir Silent Running. Og Silent Running fjallar um það að í rauninni bjarga náttúru jarðarinnar og það er að segja að jörðin hún er orðin svona í rauninni eins og ein stór verksmiðja eða ein stór verslun þannig að allt það sem er á jörðinni núna, öll þessi tré og allt það er sett í gameskip og út í game og það er svona mjög svipað við þessari mynd nema í staðinn fyrir að setja í rauninni náttúruna að þá er fólk eða reynt að koma fólki og reynt að láta það lifa af út af því að jörðin hún gengur ekki lengur. En í þeirri mynd, Silent Running, þá leikur Bruce Dern í rauninni aðalhlutverkið og þar eru notað, eins og ég sagði, í 2001, þar er sami maður og gerir svona special effects og þar eru svona vélmenni eða svona vélþjarkar sem að stjórna mest öllu sem að gerist borð í rauninni gameskipinu og það er það sama eins og í þessari mynd sem vorum að horfa á Interstellar, já, þetta var svona með aðstofan. Ó, by the way, líktu sig ekki vélmenni dálítið svona karakterinu í Minecraft, svona hvernig það gengu, þetta var svona... Mér fannst það actually minna vel líka pínu á HAL 9000 í Space Odyssey, eða þú veist, bara kannski það var kassalaðar, skilur, og þetta er vélmenni... Kannski minna morðóður. Og líka í Interstellar að það sem hefur mesta persónuleikan, það eru vélmenni. Láta það bara sitja aðeins, ok. Já,
Það já. Ok. Mér fannst reyndar Matthew McConaughey ná alveg, þú veist, svona mörgum Já, ég reyndar. mjög vel. Mér fannst Hann er að gráta vel, Já. ok, en hann er svona stóra hlutur af myndinni þá leikur hann eins og hann sé í vímu. Hann sér eitthvað sem að er ekki þarna. Já. En þú veist, hei, það kemur seinna í myndinni. En þú veist, allir vísindamenni þau, þú veist, voru ekki vorulega, en kannski Anne Hathaway. Já. Kannski daldið. Og ég hef samt séð hana með meiri persónuleika. Já. En En það er náttúrulega, hún er bara í myndinni út af því að Nolan hefur í rauninni unnið með henni áður. Ég er ekki viss hvort að Anne Hathaway hefði verið besta manneskjan í þetta hlutverk eða ekki. já, ég held í rauninni að hún hafi bara, ég veit, þetta hlutverk er eitthvað svo, bara eitthvað Ég held að hún átti að vera Sandra Bullock myndarinn. Já. Eins og hérna Gravity. Gravity þessum, Já, hún er alein, þú veist, hún er svona einmannlega. Í geimnum! Í geimnum! Stjörnukerfið, ok. En allavega, sami maður, komum aftur á punkturinn mínum. Sami maður og var að vinna að 2001, vann að Silent Running og ég held hann hafi unnið líka þessari mynd, ég er samt ekki alveg viss. En vélmennin, þau eru, það sem að lítur út fyrir vélmenni, það er í alveg unni maður inn í þeim. Já. Í Silent Running. Það er hugbúnaður. Og í þessari mynd, Interstellar, að þá hreyfast vélmennin mjög svipað eins og það séu í rauninni menn inn í vélmennunum. Og það í Silent Running að þá var sirkusfólk sem að í rauninni var búið að missa fæturnar. Það var inn í vélmennunum þannig að það labbaði bara alltaf á höndunum. Það var mjög flott út því að þú varst mjög mikið að spá í því þegar maður var að horfa á Silent Running hvort að þetta væri í alvörunni eða hvort það væri bara með fjárstýringu eða eitthvað og því þetta eru svo mannlega hreyfingar en samt er þetta vélmenni og það er mjög svipað í þessu í Interstellar. En í Interstellar þá eru líka ákveðin skot og þegar maður horfir á hann í annarskipti þá sé að sum atriðin þá ertu með tölvugerðar geimverur, nei ekki geimverur, róbóta, vélmenni. En mest allan tíma þá er fólk inn í þessu og þú getur svona nokkurn veginn séð hreyfingarnar og það er líka mjög gott við þessa róbóta er að maður sér ryk og maður sér svona skrámur og alls konar svona fingraför og svona á þessum róbótum sem eru í Interstellar út af því að þetta er alvöru, þetta er ekki eitthvað tölvugerð. Já, akkurat. Mér líka það rosa vel nefnilega akkurat við Christopher Nolan er að hann reynir allan að gera sem minnst af þessu CGI. Já. Það eru svo margir leikstjórar Michael Bay bara tölvubrellur og búið og alltaf það sé bara flott að gera það en Christopher Nolan reynir að minnsta að halda því svona í lágmarki og gerir það svona allt frekar áþreifanlegt. En ekki það að hann sé ekki að reyna, þú veist, þróa tæknibrelluna sína áfram. Nei. Það er eins og Inception. Þeir muni eftir hana snúning, það var náttúrulega bara ás sem að snerist, það var ekki þetta var, þeir byggu það til í alvegni, þú veist, og þeir æfðu leikana að labba á vegginu og þannig. Mér finnst það mjög aðdáunarvert og mér finnst það svona, finnst það fleiri leikstjórar eins og Michael Bay megi taka sér þetta til fyrirmyndar en Mark Webb tók þetta sér til fyrirmyndar í Amazing Spider-Man 2 þegar að Peter Parker, hann er að fara held ég skipta fötið eitthvað og fara í búningin eða eitthvað þannig og hann svona lappar á veggjunum og allt það og þá er einmitt herbergið sjálft að snúast. Já, það var eitthvað líka eins og þegar hann er að sveifla sér hann í New York í númer 1, ég sá eitthvað svona behind the scenes, þá er bara blue screen sko og hann er í alvörinu að sveifla sér þessar stuntmenn. Hann þurfti ekki að tölvuteikna að Tobey Maguire, það klófið á honum. Tölvugert klóf? Hvernig komum við að þeim punkti? Nei, það stóð svo mikið skárraðan tölvugeru kúkur held ég, það ekki? Jú, og svo er ein mynd í viðbót sem ég er með á mínum lista sem tengist þessari mynd líka. Það er sem heitir akkur man ég ekki akkurat núna Contact. Frábært. Contact og Matthew McConaughey meira að segja leikur í þeirri mynd og Jodie Foster leikur enda svona aðalhlutverki í þeirri mynd og það er svona sú mynd fjallar það að reyna að ná sambandi við einhverjar aðrar lífverur eða einhverjar aðrar geimverur og það er einmitt farið í gegnum svona ormagöng til þess að hitta þær eða hún heldur hann sé að fara að hitta þær en spilliefni hérna á svæði að hún í rauninni hittir föður sinn sem er dauður í einhver annarri vetrarbraut. Þannig að þetta er svona mjög svipað. Enda er maðurinn sem heitir Kip Thorne sem skrifaði bókina sem að Contact er byggð á. Christopher Nolan talaði við hann það hvernig væri hægt að gera þetta svona raunverulegra og allt svoleiðis. Þannig það eru bein áhrif frá myndinni Contact sem að Jodie Foster leikur aðalhlutverkið. Það eru bein áhrif frá þeirri mynd yfir í Interstellar. Og þeir sem að kannski hafa séð aðrar vísindaskáldsögur sjá alveg að það eru svona það væri hægt að segja
tilvitnanir, en það væri líka hægt að segja kannski stólið, en það er svolítið, það er eiginlega allt svona, það tengist allt á einhvern annan veg og þegar það er farið út í svona ákveðna kenningar að þá kemur alltaf að sama punktinum og frá sama punktinum kannski hann er teygður og það eru mismunandi fólk sem kannski túlkar punktinn á sama hátt, en það er allavega í kontakt að þá er farið út í svipaða hluti eins og í þessari mynd að það eru ákveðnar verur sem eru í rauninni við sem að geta sendt okkur í gegnum ormagöng til á einhvern allt annan stað í framtíðinni. Þessi myndi mig líka dálítið af Prometheus. Já. Svona, þú veist, veikli, en þú veist... Við erum að finna nýja tekin upp á Íslandi, þú veist, drepin eitt af hverju, þú veist, og... Ef við tölum svona atriðin sem að gera verkum að við til dæmis gefum þessari mynd ekki hærra en 4 stjörnur, þá getum við akkurat kannski farið út í eins og cringeworthy atriði, Eureka. Klárlega. Þegar að Jessica Chastain hleypar hann út með blöðun og eitthvað Eureka! Fleygir blöðunum og eitthvað hvað sagði hún? Hún sagði It's a tradition. It's a tradition. Og það hefur aldrei annars staðar í myndinni gerst það sama. Og hún segir it's a tradition. Þetta var líka eitthvað svo ólíkt Christopher Nolan. Ég hef aldrei séð svona atriði í Christopher Nolan mynda sem einhvern veginn þetta var svona, maður sér þetta í lélugum myndum sko, svona atriði. Það var mjög lítið en þú veist. Tala eina mynd sem að þetta atriði gerist í Saving Mr. Banks. Það sem að Saving Mr. Banks, já. Já, akkurat. Svo þessi mynd tengist líka með Saving Mr. Banks sem við ekki mikið en bara smá. Já. Og ok, það atriði og náttúrulega þannig að þeir voru að kála hver öðrum með því að lemja hausnum í kollana. Þeir senda Walt Disney upp í game. Mjög skemmtilega svona nærmyndir alveg á það báða og þú veist, og hann er svona búm, búm. Þetta var einhvern veginn, já, það er kannski, jú, fólk getur alveg túlkað þetta alvarlega sko, en það er samt auðvelt að hlæja þessi atriði í rauninni. Hvað voru fleiri? Voru ekki einhver svona fleiri? Nei, ég man ekki samt, kannski. Í augnablikinu eftir einhverjum fleirum. Ég veit ekki, mér fannst þau að útskýra hans betur, þú veist, hvernig þeir lentu í, hvernig jörðin lendi í þessum vandræðum, þessum mannfólki. Og hvað gerðu þau nákvæmlega, þú veist, hvernig lýsir þessi plága sér, þú veist. Sem er mjög skrítið með þegar myndin hún er 3 tímar og maður hefði geta ítt inn smá meiri upplýsingum. Já, en þessi mynd er hvað sem er klift, hún er flýtt fyrir mjög mikið, þú veist, og þú veist, hann beitir þessari Nolan-klippingu, það er að segja, hann klippir inn í atrið, þú veist, ón í hvert annað, bara til að flíka fyrir, þú veist. Það er svolítið skrítið að segja. Atburðarásinni. Það er svolítið skrítið að segja. Vanlegast finnst mér seinni helmingar í bíómyndum betri, en í þetta skipti fannst mér fyrri helmingurinn betri, af því að seinni helmingurinn fór út í einhvern veginn meira svona, meiri vitleysu einhvern veginn. Mér fannst seinni helmingurinn betri út af að fyrsti helmingurinn var svo langur að líða, og það var fleiri spennu atriði, í seinni helmingnum og svoleiðis. Já, ég var bara svo ánægður hvernig hann náði að, sko, eins og þegar þið voru að tala um hvað þau ættu mikinn tíma, hvað mikill tími í geimnum er á jörðinni, sko. Já, gaman hvernig hann leikti sér með það. Já, þeir gátu leikt sér rosalega mikið með það og maður fann alveg tengslin á milli Matthew McConaughey og dóttur hans, sko. Maður alveg vildi að hann færi, þú veist, kæmist til hennar, sko. En... eitt sem ég langar kannski að benda á svona jarðfræðilega séð. Það er svona ein pláneta þar sem það er mjög svona grunnt vatn, en öldunar himinár. Ok, eitt er þyngdaraflið 130% af jörðinu, þá þegar það sé sterkar, það að segja, þú veist, það ætti ekki, þú veist, svona stóra öldur ætti ekki að vera til staðar hana. Svona háar? Já, ok. Og eitt, þú veist, á annað, þú veist, vatn er svo grunnt, það ætti ekki að geta að mynda svona stóra öldur, það er ákveðin dýpi á höfum, þar sem öldur brotna. Það ætti ekki að geta að myndast svona hávar. Mér fannst það akkurat svona skrítið. Það var mjög svo grunnt, svo risastórar öldur. Ég verðst alltaf vikinu, mér fannst það flott, eða skilur, ég var alveg að kaupa þetta. Mjög spennandi atriði. Já, ég var alveg að kaupa þetta, en það var eitthvað við þetta, svona svolítið skrítið. Kannski þetta alveg óraunsætt. Nema að eitthvað staðar annar staðar á plánendinu þá væri sem sagt vatnið aðeins dýpra. Svartholu getur kannski útskýrt það og það er svo mikið það er svo þungt að það dregur hlutir svo sterkt að sér. Það getur kannski útskýrt öldunar. Mér fannst eitt gaman líka við þetta, því þetta er svona nýtt sólkerfi og geta leikið sér með það og þetta var svolítið eins og að spila Ratchet & Clank. Það var svona pláneturnar, ein var íspláneta innan það með hafið sko. Já, en það var rosalega mikið svona eyðilandi. Ekki mikið til að skoða. Eina ástæða komum til Íslands, eins og í Nóa, til að taka upp eyðilandi. Það er ekkert hérna.
En samt, takk fyrir að gefa okkur peninga. Já, ég veit. En kannski ef við förum aðeins lengur og stöldrum aðeins við varandi þessar plánetur. Þetta sérst, þau fundu eina vetrarbraut eða eitthvað með 3 plánetum. Já, með 12 plánetum og eitt sólkerfi með 3 í nánd við þetta svarthol. Já. Og þessar 3 plánetur, allt í lagi, þar eru einhvers staðar allt annar staðar en jörðin. Ok, allt í lagi. En af hverju eru þær svona mjög líkar jörðinni? Já, ertu að meina útlitið? Já, sko, Af hverju er sjórinn blár? Jú, ok, kannski út af því að sólin er mjög svipuð. Já. En af hverju, ég veit ekki, kannski er þetta bara út af því að efnasamböndin eru allstaðar eins í alheiminum. Já. En ég veit það ekki. Nei, sko... Kannski hefði mátt leika sér jafnvel meira með þetta, sko. Að, þú veist, þeir eru með... Svo er spurning með, og það er sólir hafa mikið með að gera, þú veist, hvernig yfirborð plánuna lítur út, það er spurning. Þú veist, er sól þarna? Þú veist, það er svarthol þarna. En er sól þarna? Það var sól þarna. Hversu margar sólir samt? Ég held að það hafa allan hljóta að vera sól því annars er náttúrulega ekkert lífið það. Það var allavega einhver einn ljóspunktur mjög oft í myndinni þegar þú voru að snúa. Það er byrta á öllum plánetunum. En eins og á síðustu plánetunum sem að Anne Hathaway strandar á. Já, þú veist, þú veist, búið til bíli. Já. Það hlýtur að einhver sól þarna. Og það er björta. Það eru, þú veist, það er ákveðin lofthjúpur þarna, hann er blár og svona. Ég meina, af hverju er það ekki betur útskýrt? Nei, ég veit það. Hérna, ég verði reyndar eitt. Það er einn gæinn hann að beið í gameskipinu á meðan þau fóru á plánunar. Romley heitir Romley. Svo komuðu tilbaka. Þá var hann 20 árum eldri og hann var hann ekki búinn að vera einn í gameskipinu. Hvernig var hann ekki klikkað? Hvernig dó hann ekki? Ég horfði á þetta, ég bara, af hverju er hann ekki meira sturlaður en þetta? Hann er ekki eitt rólegur, hann bara... Af hverju lítur hann ekki eldri út? I waited for years. Já, hann var ekki svona eins og hann bara svona... Ég hef ekki séð að manneski í langan tíma. I waited for you. Þú veist, er það grínast 20 ára og hann bara svona... I waited for you. Það var eins og 23 ár. 23 ár, 4 mánuðir og 7 dagar. Er það grínast? Það var eins og vissi að þau var að koma. Hann bara svona... I waited for you. Þú búinn að vera þig 23 ár? Einn! Þú var alltaf bara... Þú veist, aldrei... Manneskur! Því að Matt Damon person, hann var alveg stuðlega, hann sá þig. Það var eðlilega viðbrögð. 10 ára eða eitthvað. En þessi, hann bara, já, ég er búinn að bíða eftir ykkur. Ég er bara að fá mér smá samlokur. 23 ár. Ég hef alltaf soðið, sko. En vil ég hóa Yu-Gi-Oh? Ég má hóa Yu-Gi-Oh segja þig frá. Ég fegin að náðum að minnast á þetta. Þetta fannst mér aðeins svo mikið, sko. Þetta fannst mér vera svona eiginlega plot hole, eða þú veist, af því að hann er búinn að vera í 23 ár. Svo komaði og það er bara eins og hann hafi skroppið á klósettið. Það er bara svona, ég er búinn að bíða eftir ykkur. En reyndar hann segir áður en að þau fara að hann ætlaði að gera einhverja rannsóknir borð. Hann ætlaði að reyna að rannsóka hann var upptekinn. En það er sko takmark fyrir því hversu lengi maður getur búið einn án þess að Sturlast og við á Oldboy. Sérstaklega rétt áður en að þau fara út, Anne Hathaway og Matthew McConaughey, áður en þau fara, að þá var hann að sturlast yfir því að það sé bara nokkri millimetrar af áli milli hans og ekkert. Nákvæmlega, svo þegar þau komum tilbaka þá var hann bara rólegir eftir að hann var áður. Þessi mynd leifir sér margt, en hún er, ég myndi gefa henni séns aftur. Já, það er gaman að fylgjast með henni. Þetta er svolítið svona eins og Dark Knight Rises. Ég meina, hún er alveg, þú veist, flott kvikmyndalega gerð, en það er svona plot hole sem að fara í taugarnar á manni, sko. Hún eyðilega, þú veist, hlutir sem að... Það eyðilega alveg Dark Knight Rises fyrir mig, en... Já. Og þegar hún er allt of löng... Sendum hellinga lögreglumennum hana, þú veist. Sendum alla. Alla lögreglumenn góðan borgar. Það reyndar eins og því að Amazing Spider-Man 2 þegar þau eru elta Rhino í byrjuninni, þá var bara all lögregliliðið farið þarna, allir lögreglubílarnir. Þannig að mér finnst það bara frekar fyndið heldur en í rauninni heimst, ef ég má segja. Eða heimst út, nei, fyndið út því að það er heimst. Svo líka ég veit ekki hvort ég nenni að spoila Dark Knight Rises fyrir þá sem það ekki sé hana, en bara til að gera brandara. Ekki brandara, bara til að benda eitt. Ok, þetta er ekki umræðið Dark Knight Rises. Við erum bara að spoila Interstellar. Ég held að við sem komum með flesta punktu, við komum upp í hálftíma. Við erum búin að koma allan að því af hverju við gáum en ekki 5 í einhvern. Já, við erum búin að útskýra það svolítið. Við leifum þessari mynd margt. En eins og þið segja, við gáum það er sumt sem er ekki hægt að, þú veist, út af því hún er dálítið bara að brjóta blað í svona vísindaskáldskap, bara myndum. En samt einmitt,
hún er kannski búin að brjóta ákveðið blað en hún er samt búin að fylgja sömu bókinni, getur maður að Já. segja. Það er raunnið. Hún er allavega- Þetta fyrir mér er þetta bara svolítið eins og nýja 2001 Space Odyssey. Bara náttúrulega ekki eins góð, mér finnst 2001 persónulega betri. En Það er sko, hún gerir kannski sem að sömum leikstjórum svona þeir kannski missa að þú veist maður þeir kjósa að gera ekki það að hún gerir eitthvað nýtt. Hún gerir hellingar nýjum hlutum já. og það er kannski það mikilvægasta við kvikmyndagerð, eða eitt af því mikilvægasta. Og fyllir inn í með einhverju gömlu. Já. En það er mitt það sem mér finnst líka gott við þessa mynd, hún tekur áhættur og hún einmitt leyfir sér það sem við erum búin að vera að tala um, hún leyfir sér að fara á mjög skrýtna staði og kannski útskrifa ekki nógu vel. En það er mjög lítið af myndir sem í rauninni tekur þetta miklar áhættur. Já, og sérstaklega svona dýrarmyndir. Og það góða við að hún taki áhættur er einmitt það sem er að gerast núna. Við erum að tala um myndina, þetta fær fólk til að tala. Já, það er gott, það er alltaf jákvætt sko. Þú veist, þú vilt ekki gera mynd sem að, þú veist Sem að hefur engin áhrif. eins minnistæð þessi var. Já. Þessi var minnistæð. Já. Út af því hann tók áhættur. Já, akkurat. Og ástæðan fyrir því að myndir sem að kannski fá 2 eða jafnvel 3 stjörnur í rauninni sitja ekki eins mikið eftir er að þær eru ekki að taka áhættur, þær eru ekki að þora neitt. Það fylgja sömu formúlunni og flestu myndirnar svona. Það er svona stúdíó í rauninni, það er stúdíóið sem býr til myndina en ekki endilega leikstjóri sem hefur ákveðna sýn. Já, akkurat. Þannig að við heldum náða að létta okkur svona En, flestum Við spurningum. náðum að melta þessa mynda eins. Hvernig hefur þyngdarafl áhrif á tímann? Já, ég er enda pælt í því líka. Já, Þetta er eitthvað sem ég var ekki alveg að kaupa Eru einhverjir eðlisfræðingar hérna sem geta samband við Heimir, ég held að þú sett svo líklegastur til að geta eitthvað útskýrt þetta. Tíminn er afstæður, Já, eins og þau útskýrum mynda, þetta tegja honum. folks. En Það er ekki eitt að spóla þetta er tilbaka. mjög flókið fyrir bara, tíminn og þyngdaraflið. Nei, ég þói mig Það ekki hefur að þetta túlka þetta. enginn svarað, en er það í rauninni spurningunni, er hægt að fara aftur til fortíðarinnar ennþá, eða þú veist? Sko, þú Er það alveg Nei, út af því áfast að það er að ekki? tíminn, hann er ekki, þú veist, þannig sé bein lína eins og kannski Back to the Future. Hún er meira eins og, þú veist, hlutinni bara gerast, Já, þú veist. já. En Sko, það er ekki beint hægt að, þú veist, það er einhvern málið. ferðast aftur í einhverja atburðarás. Já, það er einhvern málið. Þú getur ekki ferðast aftur í atburðarás Nei. en þú getur fylgst með hlutir sem hafa gerst. Eins og til dæmis Já, eins og þetta reyndar. hérna. Eins og Það Þetta er eitthvað sem hefur gerst í fortíðinni Já. en þið eru að horfa á Ef þú er nógu Eins og langt í gerist burtu í og það er Interstellar. ljósið ferðast ákveðnum hraða, mesta hraða sem hægt er. Já. Og ef þú væri á einhver annar plánetu, þú veist kannski ljósa í burtu og myndir kannski geta fylgst með hlutum hérna á jörðinni, þá myndir þú að fylgjast með hlutunum eins og ég gerðist fyrir árið síðan. Wow. Þetta er mjög speysað, Þannig að en þetta er ef við kenningin hugsum sko. Christmas Carol núna þegar það er að koma jól, Já. er þá Mr. Scrooge að sína sér sjálf fortíðina? Já, hann er á annarri plánetu. Já, hann er á sem sagt. annarri plánetu. Já, dögun tók hann ok. á aðra plánetu og þegar að skoða hans líf út í geimnum. Matthew McConaughey er Uncle Scrooge. Já, það er niðurstaðan úr þessu. Og hann er No, stay! Matthew McConaughey er Mr. Scrooge. Oh boy. Við hefum komast að því. Þetta er jólamynd. Það hefur verið styrlaður eftir þetta mynd. Beint í jólin. Já. Right at the crotch of Christmas. Herra, já. En The Christmas Crunch. Eigum við þá að segja, hérna, Christmas spells and bless við nuts. heilasellunar og The Nutcracker. áhorfendur í sömu Sko, andrá. ég held að við séum búin að tala um það mesta sem við getum talað um og við munum endilega Ég ábjátt að horfa svo mynd aftur. Já, já. Já, Með sískinum minn, út af því þau Já. svona gegn Nolan aðdandur. En það er einmitt eitt við þessa mynd að hún ekki splittar heldur, hún svona deilir í rauninni áhorfendum. Annarkvort líkar fólki við þessa mynd eða það er að segja það er ekki að hugsa eins mikið út í hana kannski og við og ég er ekki endilega að segja að það fólk sé eitthvað heimst eða eitthvað verra fyrir það en það í rauninni það bara kannski kemst betur inn í myndina heldur en við og getur betur skilið raunveruleikann sem á sér stað innan myndarinnar heldur en við já, og við erum svolítið að reyna að brjóta veggina sem að myndin setur með því að búa til stoðir í kringum þann raunveruleika sem að er að gerast akkurát þarna Ok, það er það nokkuð flókið já, Þetta er heilabrotur, þessi mynd. já. En ég meina, upplifunin er kannski það besta við þessa mynd. Eða eitt af Já, því. já, og einmitt því Hún fer með þig á staði. Hún fer með þig sko á staði sem Í þú getur ekki ferðalag. óráðum. Já. út í geiminn Út fyrir endimörk alheimsins. Það er kannski að finna að hafa Doc Martin, nei Doc og Back to the Future. Skatmaður Ég segi maður hlut ekki í þessa mynd, það er kannski... Back to
Hýtta aðeins upp á myndina. En þetta kannski svona alternate svona movie Ok. kannski tengjast við X-Men Back to the Days of the Future Past. Já, þetta var Ellen Page að senda Hugh Jackman Hún sendi meðvitundina. Fortíðina, já. Hún er að senda Matthew McConaughey í fortíðina. Ellen Page ok. Þetta er jólamynd með Ellen Page, Matthew McConaughey. Wow. Hey, Michael Caine leik í X-Men? Muppets, Christmas Tale. Já. Hann leik Scrooge, svo hann er í þessa mynd líka. Svo þetta tengist. Wow. Þetta var líka söngleikur. Já. Svo spurning hvort að Matthew McConaughey getur sungið. Alright. Alright. En ég ættum kannski að slúta þetta. Jú, ég held að Við verðum bara geðvikari með tímanum eins og bíóbílinn hefur sýnt fram til þessa. Já. Nei, enginn til að horfa þetta með til enda, en kannski... Pótið ekki. En sko, málið ekki held að samt sko eins og við Íslendingar, við erum ekki endilega það mikið að deila efni sem við erum að búa til nema kannski bara inn á Facebook eitthvað svoleiðis. En eins og þetta hérna, ég held að þetta sé eina íslenska umræðan svona sem er til á teipi Interstellar. Já. Kannski, já. Kannski, en ég veit ekki. Hey, kannski einhver gaur í kjallarannu sínum sem eitthvað að tala eða vlogga þetta. Já. Og takk fyrir það, þú ert að deila skoðunum þínum. Já. Þú skiptir máli. Þú indislega maður, eða kona. Eða þú indislega lónur. Já. Þú fólk, já. Eða bæði. Herru, já, bara... Bless. Ég var slútt svona. Já, Við sjáumst í fortíðinni. Við sjáumst í næsta þætti. Já. Bye. Bye. Þingdarab.